Við erum með gamla refinn, en ekki að salapa gamla, Eirík Sigurðsson, sem er öllum körfuboltamönnum af góðinu kunnur, ekki bara hér á Akureyri, heldur út alland. Eiríkur, þið voru að ljúka við öldungamót Þórs í körfubolta og þetta nú ekki í fyrsta skipti sem þið voru að blása í þá herrlúðra. Nei, allir þetta sé ekki í 12. skipti, ég held að það byrjaði 2002 frekar en eitt. Og alltaf ég gaman? Já, þetta alltaf jafn gaman, verður alltaf svolítið erfiðara fyrir mjög skusti gamla menn. Sem ekki, hvað er þetta stórt mót þegar svona venjulega hjá okkur? Fyrsta móti hjá okkur, þá voru 8 lið og ég ætli hafi ekki verið 3 héðan af svæðinu og önnur voru aðkomlið. Síðan fjölgaði verulega og þetta fór mest upp í 16 lið og þar af 4 kvennalið. Síðan hefur svona heldur dregið úr þessu og undanfarin ár hafi þetta verið svona 8 til 9 lið og þá hafa þetta svona aðalega verið lið hér úr grendinni. Dalvík, vinnur okkar úr Skagafirði, hafa nú komið hvert einasta mót, Moldugsarnir, og síðan hafa þeir komið Hattarmenn og frá Hvammstanga núna seinni árin. En áður fyrr þegar við byrjuðum með þetta, þá kannski vorum við nú svona tiltölulega nýlega búin að leggja skóna á hilluna og sprækkari og þá vorum við að ná svona inn mönnum að svipuðu reki sem voru tiltölulega nýlega hættir frá Reyni Sandgerði og þeir voru að koma á Reykjavík og Ísfirðingar komu og það langt fyrir Ísfirðingar að koma en hvernig með þá á höfuðborgarsvæðinu er alltaf jafn langt til Akureyrar? Já, ég held að það nú stiðst voðalega lítið, ekki neina nýjar vegagerðir held ég síðan við byrjuðum framkvæmdir sem hafa stytt þá leið, en það kannski hluti af því að við höfum ekkert verið að vinna í að stækka mótið, það svo sem auðvitað talsvert utanum halda utanum þetta og því miður býður íþróttahúsið bara ekki upp á það. En sem ánægð fyrir út í það, ég náttúrulega frétti að skemmtilegur upp að koma í okkur, en kannski eldast körfuboltamenn hérna á höfuðborgarsvæðinu verr og fer aldrei verr í þá heldur en okkur hérna fyrir norðan og fyrir vestan? Nei, ég held nú ekki, ég veit nefnilega hópa þar sem að menn og talsett eldri menn ég eru ennþá að sprikla, en auglýsing mótsins hefur aðalega verið bara að fara fram í gegnum KKÍ-síðuna og einstaka tölvupóst á svona þá sem hafa verið að mæta. Það ekki bara spurningum að bjóða líka á póllamóti og reyna að fá til að aðeins að kveiki þar og svo aftur á öldökumóti í körfubolta? Það auðvitað spurning. En ekki sem ég segi að þú ert hérna með þetta forláta bjórglas og fullt af peningum. Það var skemmtileg eða sérkennileg upp að koma á lokahófinu þar sem að Skagfirðingar stofnu KEA-sjóð til styrktar Akureyringum. Segðu meira frá þessu. Já, það nú þannig mál með vexti að Moldugsarnir sem hafa komið hér hverju einasta ári og spilað og þeim náttúrulega alveg farið að blöskra þetta aðstöðuleysi hérna í höllinni. Reyndar skánaði ástandi aðeins eftir að var málaður völlur og miðjunum, við getum nota gömlu hjólakorfurnar, þannig að við höfum eitt sæmilega völl, annars eru spjöldin hangandi nánast á vegnum og ekki tætt að stoppa sig eða menn koma í hraðaupplöp, þannig að þau verða að vera frekar hæg. En þeim blöskraði þetta alveg og stofnuðu hér KEA, Körfuendurnýjunarsjóð Akureyrar, sem er kallað KEA, og þetta er stoppskjalið. Hérna stendur Akureyri 16.3.2013. Körfuendurnýjunarsjóður Akureyrar, KEA, ungmennafélagi Moldugsar, gjöri kunnugt stofnun sjóðs til styrktar kaupum á körfum í íþróttahöllin á Akureyri. Stoppframlag sjóðsins eru 500 krónur. Og stjórn sjóðsins skipa Moldugsarnir og starfsmenn kaupfélags Skagfirðinga og svo kemur hér talsverð upptalning. Og svo kemur í lokin Eiríkur Sigurðsson semst í stjórn sjóðsins, áheyrendafulltrúi án málfrelsis og tillöguréttar.
Vörslumaður sjóðsins skal vera Eiríkur Sigurðsson. Framhaldsstoppfundur verður haldinn 20. apríl og afmælistagi Adolfs Hitlers á vormóti Moldugsa. Og undir skrifar Moldugsi nr. 0,5 Árni Egilsson. Eiríkur, þetta náttúrulega sko, þetta stútfullt af gríni, en öllu gríni fylgir nokkur alvar og þetta náttúrulega sko, þetta ekkert ástæðlausu sem að þeir eru að koma og reyna hlaupandi bakka með okkur. Nei, ég held að þeim hefur það blöskar alveg ástandið á þessari blessaðri íþróttahöll okkar, þessari stórglæsilega mannvirki sem aldrei hefur verið klárað. Fyrir, ætli það ekki verið 6 árum síðan mætti ég og Ágúst Þór Árnason á fund með einhverjum úr hvað heitir það húsa fasteignafélaginu á og vorum að ræða þessi mál og við höfum nefnilega farið í 6 ár til Danmörkur og öldungamót og það blundaði okkur mikill hugur á að reyna að halda mót hérna og fá dönsk lið til að koma en þannig að við fórum að fund og ræddum málin og ekkert gerðist. Síðan kom að því að það átti að halda hérna ungmennafélagsmót sem var haldið og þá var nú stokkið til og parketti komið á gólfið og þá voru málaði vellir og búið að ákveða einhver körfukaup og línurnar málaði með við það. Síðan kom hrunið og ekkert hefur gerst. Sömu begluðu körfurnar hangandi uppi, við erum búin sjálfir að standa í því að lagfæra þær svona svo hægt sé að skjóta þær. Og ég held að þeim sem alveg færi að blöskra þetta ástand Moldugssonum og ég vil kannski koma inn á það líka að ég hefði þetta vilja sjá meistaraflokkin vera með heimavöll í höllinni en það kannski hluti af vandanum að ef ekki nema 2 körfur til að skjóta á þá menn ekki með miklar skothæfingar. Já, það einmitt þetta sem ég ætla að koma að. Maður hefur heyrt af því að þetta sé bara hluti af því að þeir kjósa frekar að vera upp í síðuskóla sem að í raun og vera bara hálfbyggt hús líka því að það ekki góð aðstæði fyrir áhorfendur. Nei, enda kannski húsið raunverulega aldrei hugsað fyrir áhorfendur frá upphafi. En ég ætla aðeins að koma hérna inn á þetta. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að koma þessum sjóð í hendur bæjarins, þar sem ég nú vörslumaður hans, þá kannski verð ég að reyna að finna út úr því en ég held að hafi nú safnast í hann þarna einhverjar 12-13.000 krónur og hálfu poki af flöskun sem þeir lögðu til þarna líka félagarnir. Þannig að það allavega að þá komið eitthvað. En eigum við þá ekki að skora bara fólk sem að hlustar á þetta viðtal hérna og ef það finnur einhvern 10 kall, 100 kall, 1000 kall eða eitthvað í veskinu sínu sem að hefur ekki þörf fyrir að nota á þessum síðustu og bestu tímum hafa samband við og bara leggja þessu góða málefni í lið. Ég hefði nú heldur bara ætlast til þess að blessuðu bæjarstjórnin tæki hendurnar upp úr vössunum og gerði eitthvað í þessu máli. Þetta til háboruna skammar. Ég búin að spyrjast fyrir og við komandi ætlaði nú að ræða við þá sem hafa með málið að gera og svo hitti ég hann aftur daginn hann aðila og spurði hann aftur og hann hélt hann hefði nú talað við hann en myndi nú ekki svarið og ætlaði að ræða aftur en ég þykist við það verið sama svar þegar ég ræði næst við þá. Eiríkur, sendum við ekki bara YouTube linkin á alla bæjarstjórnina og áskorunum úrbætur? Jú, ég held að væri ágætt að senda þennan YouTube link sem að tekið var upp þarna, atriði sem tekið var upp í höllinni þegar þessi sjóður var stofnaður. Já, og svo viðtalið okkar hérna, sendið það bara á bæjarstjórnum, þá fá þeir þetta líka? Jú, að sjálfsögðu. En ekki þú til í öldungamóta ári, 13. mótið? Já, það fer nú að draga að manni, maður hlýtur að fara að leggja skóna á hilluna. Ég er nú búin að koma að öllum þessum mótum og haldið tannum þetta. Síðust árin svona mestu einn og einhver tíma gefst maður upp á þessu. Einhverjum og sérilega ekki verða neinar úrbætur. En þú allan þú ert ekkit, þú stekkur ekkit út? Stekka ekki? Nei, þú hleypur ekkit 1 fyrir 3 út? Nei, ekki kannski alveg. En lýsum við ekki bara eftir því að fá fleiri til þess að koma að þessu? Þetta er náttúrulega gaman. Jú, þetta er þetta gaman og þetta er svo sem komin föst og góð rútína á þetta og fjölskyldan aðstoðar og
Þannig að þetta farið að taka svona undirbúningurinn lágmarks tíma en ef á að fara að gera eitthvað í að stækka þetta þá veitir ekki af. En gleymist ekki allt saman svo þegar strengirnir eftir móti færi úr skroknum og hérna er það ekki ljúft eftir á? Jú, þetta er auðvitað ljúft og meðan á því stendur og fram á kvöldi daginn eftir er mann helvíti stirður og stífir en svona nokkrum dögum seinna bara strengirnir gleymdir og þá voru þetta ekkert nema bara gaman. Og það kannski hjálpa til að sko með aldrinum og þá styttist oft í minninu hjá manni og þú ert nú búin að vera lengur í körfubolta heldur en langelstu menn munna, svo eitthvað gefur þetta? Já, maður er ennþá að sprikla 3 ári í viku, eitthvað er þetta að gefa manni. Það gefur augaleið. Eiríkur, ég sé bara takk fyrir allt þitt framlag í þá körfuboltans og ég vona svo sannarlega að við fáum að njóta kraftana á einhvern hátt lengi áfram í hvaða formi sem það verður. Já, það er aldrei að vita. Þakka fyrir bara sömuleiðis. Eiríkur, njóttu. Takk.